í loftsalinn í kvöld á þennan þriðja og síðasta fyrirlestur Lúther. Þetta er þó ekki síðasta kvöldi sem við ætlum að hittast því að næstu 2 þriðjudaga verða sýndar hér 2 bíómyndir Lúther sem að Björgvin hefur valið og eru víst mjög góðar og segja mjög rétt og satt frá atburðum og eru víst mjög vel leiknar. Þannig ég hvet ykkur til þess að koma þá líka. Mér langar til að nefna hér áður en að Björgvin byrjar að fyrirlestrarnir, hinnir fyrri 2 hafa verið teknir upp og þeir eru aðgengilegir á YouTube á netinu. Og það er væntanlega hægt að leita þeim undir nafni Björgvins Snorrasonar eða Loftsalurinn. En sem fyrir er Björgvin Snorrason, doktor Björgvin Snorrason í guðfræði og kirkjusakfræði sem heldur fyrirlesturinn. Hann hefur verið prestur aðvend kirkjunnar hér til margra ára og efni fyrirlestursins í kvöld er samviskufrelsi og hann fjallar Lúther sem uppgötvara samviskufrelsis sem eins og við vitum öll er undirstaða allra mannréttinda. Og gjörðu svo vel, Björgvin. Já, komið öll blessuð og sæl. Mér heyrðist hann nefna YouTube og það gerir mig alltaf svolítið skelka þegar ég heyri það. Ég verð svolítið hræddur við að sjá sjálf á mig, en svona er þetta í dag. En hjartanlega velkomin, ánægjulegt að sjá okkur þetta mörg. Ég veit að við höfum nóg annað að hugsa en ég held að þessi fyrirlestur geti skipt okkur öll miklu máli. Vegna þess að þar sem ekki er til samviskufrelsi, þar eru heldur ekki til mannréttindi og þar er tæplega til lýðræði heldur. Og íbúarnir, þeir búa við ótta varðandi morgundaginn og eru alltaf hræddir að láta í ljós sína skoðun því að hún gæti lent í vondra höndum og afleiðingar gæti orðið neikvæðar. En við ætlum að leyfa okkur að breyta þessari fyrirsögn hérna örlítið. Ég bætti við nafninu hennar Katarínu og leyfi mér að nota yfirsögnina Lúther og Katarína risu gegn ríki og kirkju. Og ég held að þetta sé sannmæli því að án Katarínu hefði Lúther ekki áorkað öllu því sem hann gerði. Konan skiptir karlinn ofboðslega miklu máli þegar stór mál er á ferðinni. En mér langar til þess að byrja á Biblíunni. Ég veit að það eru fáir í dag sem trúa sköpunarsögunni. En svona til gamans að þá á vikan sér engan annan uppruna en sköpunarsöguna. Ef þú ætlar að reyna að leita í mannkynssöguna að því hvaðan vikan kemur með sínum 7 dögum, þá er bara hægt að finna uppruna hennar í Biblíunni. En Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Og myndin sem hún sérð er Adam, sem kemur frá hendi Guðs og það er Leonardo da Vinci sem málaði. En án konunnar er maðurinn mjög einmana. Við þekkjum líka þessa mynd. Þetta er auðvitað Madonnan sjálf, Mona Lisa. En þessi listamaður er engum öðrum líkur. En takk eftir þessari setningu hérna.
Það Guð sem gaf manninum samviskufrelsi. Hann sagði við skötuhjúin að þið megi borða af öllum trjám í aldingarðinum, líka af trénu sem að geymir ávöxt góðs og ills. Þið þurfið ekki að þjóna mér ef þið viljið það ekki. Þið getið algjörlega hafnað því og farið ykkar eigin leið. Og þau gerðu það. Og afleiðingarnar urðu dálítið vondar. En í raun og veru þá það Guð sjálfur sem að höfundur samviskufrelsisins. Og hér mætum við Jósúa sem tók við af Móse og hann hér að fara með Ísraels menn á 3. milljón yfir ána Jórdan inn í fyrirreikna landið. Og takt eftir því að hann segir við þjóðina áður en farið yfir ána, kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur Guðum þeim feður yðar þjónuðu, þeir bjuggu við fljótið, þar að segja Efrat, eða Guðum Amoríta. En ég og mínir ættmenn munum þjóna Guði. Hér aftur valfrelsi á ferðinni. Algjört samviskufrelsi. Ef þið viljið tilbiðja hjá Guðina, þá gerið þið það. Ef þið viljið þjóna drottni, þá það undir ykkur sjálfum komið. Og hér segir eiginlega Jesús það sama. Lærisveinarnir á þessari mynd reyndar bara 11, en mér fannst myndin svo góð að ég tók hana fram yfir aðra myndir. En hér segir hann við lærisveina sína, eftir að margir höfðu yfirgefið hann, viljið þið fara líka. Sem sagt, engin skylda að fylgja mér. Ef þið viljið það, þá megið þið gera það. Ef þið viljið ekki, þá það bara eins og það Þannig að þeir sem að misnota Biblíuna til þess að drottna yfir öðrum, þeir hafa ekki lesið hana nógu vandlega. Guð kærleikur og kærleikurinn þolir ekki þvingaða þjónustu. Aldrei. Fannst þér ekki yndislegt þegar að þú varst ástfangin, að sú sem þú varst skotin í, sagði já af fúsum og frjálsum vilja, að sjálfsögðu. Það breytti öllu. Ef þú hefðir sett hann í bönd og hlekkjað hana við rúmið, það hefði ekki haft neina hamingju för með sér. Aldrei. En hér mætum við Lúther, okkar góða vini. Og hann stendur þarna frammi fyrir keisara og kardinálum og furstum og þetta 18. apríl 1521. Rauðklæðnar búin að standa yfir lengi. Það heitt inni í þessu herbergi og Lúther svolítið þreyttur, en þeir sem að reyna að andmæla honum, þeir geta það ekki, því að Lúther hann svo ofboðslega vel að sér í kirkjusögu. Hvað stórmenni kirkjunar hafa sagt og skrifað, hvað kirkjuþing hafa samþykkt, mér liggur að segja að hann kunni þetta allt utan að. Þannig að þeir sem voru að reyna að andmæla honum, Dr. Eck og Alexander, þeir höfðu ekkert í hann. En þegar að rökræðan var búin að standa yfir lengi, þá kröfðust Eck og Alejandro stutt svars af Lúther.
Og þá kemur hann með þetta svar. Þar þér háæruverðugur hátignir og lágvarðar viljið einfalt svar. Vil ég gera það á eftirfarandi hátt, blátt áfram og umbúðalaust. Nema ég sannfærist af vitnisburði ritninganna, þar að segja Biblíunnar, eða augljósum rökum, þar sem ég hvorki treysti páfanum, né kirkjuþingum einum, og þar það vel þekkt að þeim skjáttlast oft og sjálfum sér sunduþykkir, en ég bundinn af ritningunum sem ég vitna í, og þar sem samviska mín þannig bundin orði Guðs, þá hvorki get ég né vil taka aftur orð mín, því að það hvorki örugt né rétt að fara gegn samvisku sinni. Hér stend ég, annað get ég ekki, Guð hjálpi mér, amen. Og það sem Lúter á við með þessari setningu þetta afstaða mín. Páfinn ekki lengur samviska mín, kirkjuþingin eru ekki lengur samviska mín og kirkjan í heild sinni, hinn kaþólska, ekki lengur samviska mín. Ég hef valið af fúsum og frjálsum vilja að binda samvisku mína Biblíunni og meðan þið getið ekki hrakið það sem ég segi á grundvelli hennar, tek ég ekkert aftur. Þannig varð samviskufrelsi til. Og ég ekki einn að segja þetta. Hér Ulrik Schwartz sem að skrifar frábæra grein í þetta skemmtilega þýska fréttablað, Der Spiegel. Og hann kallar, ég hef leyft mér að koma með þýsku orðin, hann kallar Lúther fyrir uppgötvara samviskufrelsisins. Der Entdecker der Gewissensfreiheit. Og hann segir ennfremur að með orðum Lúthers, hér stend ég get ekki annað, miðaldir kvaddar. Af hverju voru miðaldirnar kallaðar hinna dimmu miðaldir? Jú, vegna þess að páfinn, kirkjan, kirkjuþingin drottnuðu yfir samvisku manna. Enginn fékk að vera hann sjálfur og þeir sem þorðu að vera þeir sjálfur, þeir voru teknir af lífi. Þess vegna tölum við hinnar myrku miðaldir. Og það ennþá Schwartz og í blaðinu Spiegel. Hér segir hann að samviskufrelsið til langframa varð að pólitísku borgarafrelsi. Stór orð, en sagan stendur við þessi orð. Hann segir ennfremur, þannig biblíustarf Lúthers þýðingamikið framlag til trúfrelsis, samviskufrelsis og til langframa pólitísks borgarafrelsis. Það það sem við köllum mannréttindi í dag. Og enn höldum við áfram og það Spiegel sem að flytur okkur fréttina. Trúarbyltingin. Siðbótarmaðurinn Martin Luther skrifaði heimssögu í trássi við páfa og keisara. Og hann telur, eins og sér þarna, sikkurum megin við augun sem að horfa svo stíft á þig. Hann talar að Lúther hafi verið orsök fæðingar nútímans, hvorki meira né minna. Og hér kemur enn yfirlýsing úr Spiegel.
Með Lúther fæddist nútíminn. Takt eftir því sem á eftir kemur. Hingað til höfðu einungis prestarnir, þar að segja þeir sem voru þó læsir, miðla trúuðum hvað það væri sem stæði í Biblíunni, ef þeir þá höfðu Biblíuna, og hvað til trúarinnar heyrði. En við komu Lúthers gat sérhver kristinn einstaklingur lesið textan í Biblíunni og lagt hann út fyrir sjálfan sig. Þetta var risastökk gæða og framfara fyrir frelsi samviskunnar. Þú fyrir frelsi samviskunnar sem leysti mannin úr ánauð kenningarlegrar forræðishyggju, versta orð sem maður getur hugsað sér að sé notað á mann. Siðbótarhvatningin leiddi til sjálfstæðrar íhugunar og til ótrauðrar málsvarnar fyrir öllu því sem réttara reyndist og ruddi þannig veginn fyrir komandi kynslóðir varðandi hugmyndafræði sem teygði sig frá þegni upplýsingastefnunar og siðbótarinnar og til myndugs borgaralegs lýðræðis í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Þetta gríðarlega voldug yfirlýsing og það fer ekkert á milli mála hvað hér á ferðinni. En í dag, það mátti ekki tala svona. Lúther sagði einnig, enginn má þvinga neinn til trúar. Frelsið hinn sanni kjarni trúarinnar. Eins og Guð sagði við Adam og Evu, ef þið vilja ekki þjóna mér, þá skuli þið eta af trénu sem færir ykkur gott og illt, en afleiðingarnar verða alvarlegar. Hér eru furstarnir mættir frammi fyrir Ferdinand konungi, sem bróðir Karls V keisara, og nú á að taka frá þeim samviskufrelsið sem þeim var gefið í Speyer 1526. Ég ætla að lesa þennan text, hann svo fallegur. Einhver göfugasti vitnisburður sem nokkuð tíman hefur verið framborinn siðbótinni til stuðnings voru mótmæli þýsku furstana á ríkisþinginu í Speyer 19. apríl 1529. En þá átti að taka af þeim trúfrelsið. Hugrekki þessara guðsmanna, trú þeirra og einbeitni, aflaði síðari kynslóðum hugsana og samviskufrelsi. Mótmæli þeirra festu mótmælendanafnið við siðbótakirkjuna. Þessi mótmæli þarna í Speyer sjálfur kjarni mótmælendar trúarinnar. Og þarna svolítið neðar vitnað í sagnfræðing og Bigné, ég veit ekki hvernig, ég kann ekki neina fransku, en hann segir að þarna í Speyer bæði 26 og 29 voru þáttarskil í sögumannsins. Ég lét þýskuna bara standa þarna. Og hér kemur geysilega þýðingamikil yfirlýsing. Það skylda ríkisins að vernda samviskufrelsið og við það vald þess í trúmálum og tjáningamálum takmarkað. Samviskufrelsi þannig réttur borgarans. Býtu nú við. Það að þú hefur samviskufrelsi ekki eitthvað sem að alþingi úthlutar þér og enn síður kirkjan. Samviskufrelsi eitthvað sem þú fæðist með og þannig samviskufrelsið réttur þinn en ekki gjöf einhvers yfirvalds.
Og þetta skildu mótmælendurnir. Þetta skildu lúterstrúarmennirnir. Og þeir kröfðust þess að ríkisvaldið bæri virðingu fyrir þessu. Ég verð að láta fáein orð falla þennan mann vegna þess að áhrif hans ná til okkar tíma. Þetta Sir Thomas More og hér glæsileg fjölskylda hans. Og hér smá texti Sir Thomas More. En hann var helsti ráðgjafi Hinriks VIII, Englands konungs. Svo mikil var heiftin í garð mótmælenda á þessum tíma í Englandi að Sir Thomas lögmaður og einn helsti ráðgjafi Hinriks VIII fram að skilnaði Hinriks við sína spænsku kaþólsku Katrínu að hann lét brenna fólk á báli fyrir það eitt að eiga Biblíuna sem reyndar fáir áttu eða svo mikið sem lesa í henni. Þetta átti líka við ungt fólk og sumir segja börn. Þrátt fyrir að hann gerði þetta, að þá var hann tekinn í tölu dýrlinga í maí árið 1935 af Píusi XI páfa. Og takt eftir Jóhannes Páll annar. Og það ekki langt síðan að hann var uppi. Gerði hann að verndardýrling stjórnmálamanna í nóvember árið 2000. Það virkilega svona stutt í miðaldirnar? Á þessi maður sem brendi jafnvel börn og táninga og fullorði fólk fyrir það eitt að lesa í Biblíunni, á hann að vera verndardýrlingur stjórnmála heimsins í dag og stjórnmálamanna. Ég segi ekki annað en Guð hjálpa okkur. Hér því miður verið að flytja hann til aftöku. Hann viðurkenndi ekki skilnað Hinriks VIII og Katrínar og var dæmdur fyrir landráð. Vondir tímar. Hér stór dagur í sögu siðbótarinnar þegar að siðbótamennirnir komu til Augsburgar 1530 til þess að leggja fram sína trúarjátningu fyrir Karli V keisara. Og hér sjáum við nokkra af þessum fyrstum krjúpa fyrir Karli og bera fram játningu sína. Lúther og Melanchthon höfðu skrifað hana og þó aðalega Lúther. Og hér hefur við nokkra af þessum fyrstum sem skrifuð undir. Kjörfyrsti Jóhann af Saxlandi, markgreifi Georg af Brandenburg, hertogi Ernst af Lüneburg, landgreifi Philipp af Hessen, prins Wolfgang af Anhalt, fulltrúi Nürnbergar borgar, en hún var eina af þessum frjálsu borgum, og fulltrúi Reutlingen sem líka var frjáls borg, og þá kjörprins Jóhann Frederik og hertogi Francis af Lüneburg, og svo nokkrar frjálsar borgir í viðbót, Weissenburg, Bayern, Heilbronn, Kempten og Windensheim. Og það voru 12 guðfræðingar fyrir utan Lúther og Melanchthon sem stóðu að þessari játningu. Það sem á helst að gerast núna í október það að heimssamband lúterstrúarmanna og kaþólíka munu sennilega segja að þetta sé allt liðandi lok. Það sé ekki að marka þetta lengur. Lúther hafi misskilið vissa hluti
og nú gleymum við því liðna og förum í sæng saman. Ég vona að það gerist ekki, en miðað við það sem gerðist í Augsburg 30. og 1. ágúst 1999, þá er allt mögulegt í dag. En þar viðurkenndi lúterska heimssambandið að til þess að frelsast þá þurfum allir að fara í gegnum hina heilögu messufórn, en hún er okkur ekki aðgengileg af því við erum mótmælendur, sem þýðir það að við glötumst öll af því við erum ekki kaþólikkar. Maður þorfi alltaf að segja þetta, en svona er nú sagan. Nú, af því að furstarnir tóku svona ríkan þátt í siðbótinni, þá ákváðu þeir, Lúther og Melanchthon, að furstinn gæti verið nokkurs konar summus episcopus, það er að segja yfirmaður kirkjunnar. Þetta hafði það því miður í för með sér að kirkjurnar í Þýskalandi og Norðurlöndum urðu þjóðkirkjur. En það sem að Lúther og Melanchthon vildu, það var að yfirvaldið ekki skipti sér af boðorðunum, 4 fyrstu boðorðunum, því að þau eru milli manns og Guðs. En þeir vildu að furstarnir og konungarnir og stjórnir landana sæju til þess að fólk héldi nokkurn veginn 6 síðustu boðorðin. Þeir áttu að sjá til þess að morð væru ekki framin, að hórdómur blómstraði ekki, að þjófnaður ætti sér ekki stað og menn færu ekki með lygar og væru ekki að girnast það sem aðrir áttu og reynda að heiðra föður og móður. Þetta vildi Lúther og Melanchthon og fleiri að ríkisvaldið bæri ábyrgð á. En þeir vildu ekki að ríkisvaldið kæmi nálægt því að stjórna kirkjunni eða sambandi manns og Guðs eftir því sem samviska hvers og eins byði honum. Það átti ekki hvergi heima. En þetta gerist samt hjá okkur á Norðurlöndum og 1741 þá er það Kristján VII, konungur Danmerkur og Noregs og þess vegna Íslands, lét samþykkja lög sem fengu nafnið Konventikelplakaten, en þessi lög bönnuðu fólki að koma saman til trúarlegra athafna og án leyfis yfirvalda. Og í Noregi sagði Hans Nielsen Hauge nei við þessum lögum. Hann var fangelsaður 14 sinnum út af því að hann fór byggðir lands og kallaði fólk saman til andlegrar íhugunar og hann var tæp 10 ár í fangelsi út af þessum lögum. Og að lesa ákærurnar á hendur Hans Nielsen Hauge er alveg með ólíkindum. Hann skrifaði 8 bindi sem ég á heima og guðfræðin hjá honum, hún er svo jákvæð og siðfræðin að það er ekki til neitt betra. Enda breytti hann Noregi, sérstaklega á landsbyggðinni. Og það væri mjög margt hægt að segja Hans Nielsen Hauge. Og á sínum tíma leyfði ég mér að skrifa ritgerðumann sem sumum hefur þótt bara nokkuð góð. En hérna erum við með mynd af honum þar sem að hann er í heimahúsi með andlega stund með þeim sem vildu hlusta á hann. En hugsa ykkur að þurfa að dúsa hér 10 ár
í lítilli rakri kompu með hérumbil engu ljósi og engum hita. Hann skyldi halda viti, hann skyldi ekki deyja úr vosbúð. Það bara kraftaverk út af fyrir sig. Og mér finnst það alveg stórkostlegt að kristin kirkja skuli eiga svona hetjur. Ég kalla þetta hetju. Og þá höldum við áfram ferðinni. En kaþólsk kirkja kom saman í desember, rétt áður en Lúther deyr. Hann deyr 18. febrúar árið eftir. En kirkjuþingi þetta, kaþólska, kemur saman í bæ sem heitir Trento á Ítalíu 1545 í desember og þá stutt í febrúar. Og þessi fundur stendur yfir í 18 ár og niðurstaða fundarins einfaldlega sú að þeir höfnuðu öllum kenningum mótmælenda, Augsburgarjátningunni og Smalkald-greinunum og öllu því sem að siðbótin hafði skrifað. Og þá það að 1566 á ríkisþingi í Augsburg, þá það að Ítalir, Portugalir, Pólverjar og kaþólsku furstarnir í Þýskalandi viðurkenna niðurstöðu kirkjuþingsins sem gildandi fyrir sig. Þannig að, en nú heldur baráttan áfram. Augsburgarfriðurinn reynir að gera að engu friðarsamkomulagið frá Spæjern 1529. Því að nú á það að vera þannig eins og það hafði verið áður að trú þegnanna varð að fylgja trú furstans. Og þessu vildu mótmælendur ekki beygja sig fyrir því að furstin gat verið allt annarra skoðunar en fræði Lúthers eða Biblían. En svona skyldi það vera og auðvitað voru aðrar trúarhreyfingar ekki með inn í þessari mynd, þar segja varðandi trúfrelsi. En við erum ekki búin með bardagann trúfrelsið. Hér það að það boðið til brúðkaups í París og Katarína af Medici, hún kemur því þannig fyrir að gríðarlega margir mótmælendur koma til brúðkaupsins. Þeir eru kallaðir húgenóttar og frá 23. og 4. mars til 16. september eru tugir þúsunda ekki bara í París, heldur út allt land drepnir. Og í dag, vegna alls þessa, eru bara 2-3% af öllum frökkum húgenóttar. Margir flúðu til Þýskalands, Suður-Afríku, Svíþjóðar, þaðan til Noregs og þannig að það var oft illa farið með mótmælendur. En hér komum við að 30 ára mjög blóðugu stríði í Evrópu. Og orðin sem ég ætla að lesa eru ekki mín. Þau eru tekin úr sagnfræðibók sem JPVF útgáfan hefur gefið út. Og aðal ritstjóri þessa sagnfræðirits Adam Hart Davies. Og hér segir hann ástæðuna fyrir þessu 30 ára stríði. Hið heilaga rómverska keisaradæmi, sem var hægri hönd kirkjunnar, undir stjórn Habsborgara keisara, eins og til dæmis Karl V, reyndi að endurheimta stórveldisstöðu sína gagnvart mótmælendum eins og hún var áður en Lúther steig fram. Stríðið var upphaflega borgarastríð
milli andstæðra trúfylkinga í Þýskalandi, það er að segja kaþólíka mótmælenda, en varð styrjöld trúarleg yfirráð í allri Evrópu. Frá Bretlandi gegnum Niðurlönd, Frakkland, Þýskaland, Spán og Ítalíu. Og þetta ætlaði hið heilaga rómverska keisaradæmi hægri hönd kirkjunnar að koma til leiðar. Og þetta var hryllilega blóðugt stríð og það byrjaði þannig að landstjórar tveir koma til Prag til þess að takmarka trúfrelsi mótmælendana þar. En það var tekið á móti þeim þannig að þeim var hent út glugga. Það segir sagan að það hafi tíðkast meðal Tékka að gera þetta. En ég held að þeir sem hentu þeim út gluggan hafi vitað að fyrir neðan var mikið haugur, þannig að lendingin var mjög mjúk og þeir meiddust ekki neitt. En þetta var svona til að segja þeim, komið ekki hingað til þess að rifsa frá okkur samviskufrelsið. Við erum búin að borga mjög mikið fyrir það og þið takið það ekki af okkur með vopnavaldi. En vopnin voru samt látin tala. Og hér er einn á leiðin út gluggan, en sem betur fer það var mikið haugur fyrir neðan. Og þetta eru helstu hershöfðingjarnir, annars vegar Tilly og Waldstein sem fór fyrir her kaþólíka og svo Gústav II Adolf, Svíakonungur sem fór fyrir liði mótmælenda. En þeir sem voru sjónavottar að þessu 30 ára stríði, þeir tala að öll meginland Evrópa hafi verið einn blóðvöllur út alla jarðir. Og hér er það karl fer með bæn þegar hann stígur á evrópska grund og biður Guð að vera með þeim í þessu stríði sem framundan er. Og hér sjáum við svona svipmynd af þessu. Hér er Waldstein annars vegar, en Tilly er nú ekki á þessari mynd. Og þegar að fjöldamorð, hryllileg fjöldamorð, voru framin af mótmælendum í Magdeburg, þá voru það fleiri furstar sem komu til orustunar. Og hér sjáum við Gústaf þegar hann hefur unnið stórsigur við Breitenfeld, en hér er hann á leið í eina orustu í Lützen árið seinna og í þeirri orustu fellur hann þannig að hann þurfti að borga baráttuna fyrir samviskufrelsi með lífi sínu. Og þetta er ekki mín orð, en þetta er tekið úr þessari sömu sögubók. Og hér segir þetta skjal undirritað 24. október 1648, 30 árum seinna, en stríðið byrjaði og batt enda á 30 ára stríðinu og staðfesti að fleiri en ein grein trúar gæti þrifist í sátt og samlyndi í ríki Habsborgara. Þannig að þó svo að menn vilji koma með allar mögulegar aðrar ástæður fyrir þessu stríði, að þá er þetta fyrst og síðast stríð samviskufrelsi. Og þeir sem vildu samviskufrelsi, þeir unnu lokasigurinn. Og hér sjáum við kalvinista í Hollandi sem fagna undirritun Vestfalíu samningsins. Og hérna eru þeir hressir og kátir eftir þennan lokasigur. Og þá ætlum við aðeins að staldra við þennan hollending. Vilhjálm myndum við segja af Óraníu. En 1584 þá lauk 80 ára stríði hollendinga við Spánverja.
og það var líka stríð samviskufrelsi. Og hér segir hann, þessi Vilhjálm af Óraníu: ég get ekki viðurkennt ósk konunga að stjórna samvisku þegna sinna og taka frá þeim frelsi þeirra til trúar iðkunar og tilbeiðslu á Guði. Flott setning, æðislega flott yfirlýsing. Og þessi maður, hann, ef þú sér þarna seinustu línuna, ég vildi ekki þýða hana, en hann kallaður faðir föðurlandsins, fader des faderlands. Og undir stjórn þessa göfuglinda manns öðlaðist Holland trúfrelsi í kjölfar 80 ára uppreisnar gegn Spánarveldinu. Og hér hann myrtur af kaþólika vegna þess sigurs. Og hér tveir göfugir hollendingar, annars vegar Egmont og Horne, báðir hálshöggnir fyrir það að boða samviskufrelsi. Og saga þeirra, hún fór víða Evrópu og sjálfur Goethe, stórskáld Þjóðverja, skrifaði leikrit Egmont sem ég hef lesið, mjög gaman að lesa það. Og þegar framliðu stundir að þá fékk hann sjálfan Beethoven til að semja forleik af þessu leikriti og músík við leikritið sem að Beethoven gerði með ánægju. Þið sjáið að samviskufrelsið orðin eign Evrópubúa. Og það ekki bara einhverjir kotbændur sem að fjalla þetta, heldur stórmenni innan skáldskapar og listar. Og svo segir Beethoven þetta Napóleon sem núna orðinn keisari. Svo hann þá ekkert annað en dauðlegur almúgamaður. Nú mun hann einnig tróða undir fótum sér öll réttindi mannsins, láta eftir sér framagirnd. Nú mun hann álíta sjálfan sig æðri öllum mönnum og verða harðúðugur ofríkismaður sem og hann varð. Hann ætlaði að eigna honum þessa symfóníu þarna, númer 3 Oika, hetjusymfóníuna, en þið sjáuð hann búinn að krassa yfir nafnið hans Napóleons því að hann ætlaði ekki að eigna honum einhverja hetjusymfóníu, þessum harðstjóra sem virti ekki mannréttindi frekar en ég veit ekki hvað. Hér kemur yfirlýsing úr bók sem heitir Saga mannsins. Guð skipar höfðingja yfir lýðinn til að verja hann ofríki og ofbeldi, eins og hirðir gæti sauða sinna. Guð skapaði ekki fólk til að vera þræla höfðingja sinna, heldur höfðingjan vegna þegnanna, til að stjórna þeim og styðja eins og faðir við börn sín. Þegar hann framgengur ei með þessum hætti, heldur heimtar af þeim þrælslega undirgefni, hann ekki lengur höfðingi, heldur harðstjóri. Þetta yfirlýsing sem að hollendingar skrifa sem hluta sinni sjálfstæðis yfirlýsingu. Og norður héruð Niðurlanda, á þessum tímum hétu Niðurlönd Holland, Belgía og Luxemburg. En norður héruð Niðurlanda, það var Holland. Og þau voru vígi frjálslyndis í Evrópu á 17. öld. Hugo Grotius, hinn frægi lögvitringur, var yfirdómari í Rotterdam og René Descartes, rökhyggju fulltrúinn, fékk hæli þar líka og gyðingurinn Baruch Spinoza sem skrifaði Heimspeki. Allir gátu komið til Hollands og verið öryggir sig. Hér sjáum við þessa 3 merku menn
sem voru nefndir þarna rétt áðan. En það var Marteinn Lúther sem lagði hornsteininn að þessu samvisku frelsi. Þá ætlum við að bregða okkur til Bretlands. Þetta talin elsta kirkja Bretlands og áður en að kaþólikkarnir komu þangað 597 ríkti mjög jákvæður kristindómur á öllum Bretlands eyjum sem að Keltar stóðu fyrir. Af hverju? Af því að Biblían réði för Keltana. Og bara til gamans að þá fékk konan háa stöðu innan kirkju Kelta, meira að segja ræðustólinn. Það fá að lesa þessa klausu hérna úr kirkjusögubók. Þótt ensku siðbótarmennirnir hefðu afneitað kennisetningum kaþólsku kirkjunnar, héldu þeir enn mörgum formum hennar. En með því að enska kirkjan naut stuðningsins veraldlega valds, heimilaði hún engin frávik frá formum sínum. Kirkjusókn var fyrirskipuð með lögum og heimildarlausar einkasamkomur, takt eftir því, til trúar iðkana voru bannaðar að viðlögðu fangelsun, útlegð eða dauða. Þetta hefði Lúther aldrei skrifað undir. Þetta hafði það í för með sér að innan ensku kirkjunnar var tiltölulega lítill hópur sem voru kallaðir separatistar. Þeir kölluðu sig sjálfa það. Þeir voru aðskilnaðarsinnar. Og það er svo oft sem að þeir eru kallaðir púritanar. En þeir voru ekki púritanar. Það voru púritanarnir sem voru að refsa þeim sem mættu ekki kirkju. Ekki separatistarnir. Þar var samviskufrelsi og hver gat komið sem vildi og verið heima sem ekki vildi. En 1620 þá það nýja heimurinn opna dyr sínar fyrir þessum ofsóttu mönnum Evrópu og konum. Og hér sjáum við separatista. Og það svolítið gaman að lesa sögu þeirra því að þeir eru heima að kvöldi. Þegar þeir heyra hávaða fyrir utan húsin eða húsið þar sem þeir eru komnir saman til andlegar stundar. Og þeir vita undir eins að þetta yfirvaldið sem komið til þess að fangelsa, sendi í útlegð eða jafnvel taka lífi. Og þeir bókstaflega skilja allt eftir. Þeir koma sér í burtu í fötunum einum. Niður á strönd Ermarsunds og yfir til Hollands. Með ekkert nema fötin sem þeir stóði í. Og þar eru þeir í 18 ár að koma undir sig fótunum. Þeir vera algjörlega að byrja frá grunni og læra iðn og verslun og hvaða nú mátti vera til þess að eiga ofan í sig og á. Og hér eru þeir komnir borð í Speedwell, einn af þessum 2 seglbátum sem átt að flytja þá yfir hafið til nýja heimsins. Og takt eftir bókinni sem þeir eru með þarna. Þetta auðvitað Biblían, en þetta ekki nein venjuleg Biblía. Þetta hinn svokallaða Genfar-Biblían, þýdd á ensku, en þýdd þannig að allir vondu konungarnir í Biblíunni eru kallaðir harðstjórar, tyrants. Og þeir vildu að vondu konungarnir í Biblíunni nytu þessa titils alveg eins og konungar Evrópu
áttu þennan titil. Og það vildi þannig til að Speedwell sem þeir eru hér borði lag svo mikið að þeir gátu ekki farið á því skipi yfir hafið, en Mayflower var svo skipið sem að þeir leigðu og fóru yfir hafið á. En áður en að þeir fóru í land, þá gerðu þau með sér samkomulag. Og þeir sem voru borð, hvort sem þeir voru kristnir eða ekki, það voru nefnilega ævintýramenn þarna með í för, að þeir urðu að skrifa undir þetta. Að hér yrði engin harðstjóri liðinn og að samviskufrelsið yrði virt. Öðruvísi fékk enginn að fara í land. Hann hefði verið sendur heim aftur. Og þið sjáu hvað þessi hugsun rík hjá þeim. Þeir eru að flýja ofríki, höfðingja og kirkju Evrópu. Og þeir eru ekki komnir til nýja heimsins til þess að láta sig, til þess að fara aftur í þessa sömu lekki. Kemur ekki til greina. Og hér eru þeir komnir á land og það svolítið dæmigert fyrir þennan hóp, hvernig hann þakkar Guði og biður Guð alltaf að vera með sér. Og býtum við, ég ítt á vitlaust, og hér fyrsta Thanksgiving, þakkargjörðar hátíðin ameríska, þar sem að indjánar og separatistar eru vinir og kunningjar og lifa í sátt og samlyndi við hvern annan. Og það skal líka tekið fram að ef þessir indjánar hefðu ekki átt byrðir matar, því að þeir komu allt og seint í nýja heimsins. Þeir ætluðu að koma snemma hausti, en þeir koma mjög seint, ég held í nóvember. Og maturinn búinn, en það eru indjánarnir sem að halda þeim lifandi í gegnum veturinn. Og þessi separatistar, þeir báru óendanlega mikla virðingu fyrir indjánanum sem sköpuðum að Guði eins og þeir sjálfur voru skapaðir að Guði. Þannig að mér finnst það stórkostlegt að þessi listamaður skuli tjá þetta á þennan hátt, og þetta fögur mynd og segir okkur hvað kristindómurinn getur verið góður, sé rétt meðfarið. Hér kemur einn af mínum uppáhalds hetjum sögunar fyrir utan Martin Luther, Roger Williams. Það ekki til nein mynd af honum, því miður. En hann kemur 11 árum eftir að separatistarnir koma til nýja heimsins. Og hann skrifar bók sem að, ég veit nú hvernig ég á að bera þessa gömlu ensku fram, á nútíma ensku myndi vera Bloody Tenant, 1644. Ég á þessa bók, þar sem að hann að verja samviskufrelsið. Hann kallar samviskufrelsið fyrir soul liberty, það að segja sálarfrelsið. Það að segja þín sál, þín vitund, þinn andi má velja og vera það sem hann vill, án tilskipunar yfirvalds. Og hann skrifaði þetta kvæði. Ég veit að ég ekkert skáld, bróðir minn hagmæltur og pabbi var það, en ég fékk ekki þann arfinn. En hér segir þessi Roger Williams við hinn stolta Breta: montaðu þig ekki, stolti englendingur, af uppruna þínum eða blóði. Bróðir þinn indjáninn frá fæðingu eins góður. Af einu blóði myndaði Guð hann og þig og alla. Eins vitran, eins sanngjarnan, eins sterkan og eins persónulegan. Og hér sjáum við
listamann lýsa Roger Williams þegar hann reykir friðarpípu með indíánunum. Hann bjó til orðabók til þess að fleiri getur skilið indíánu en hann sjálfur. Og þá það að þessir blessaðir púritanar sem eru núna komni til Ameríku líka þola ekki Roger Williams af því að hann boðar samviskufrelsi og einhver tíman í nóvember, desember situr hann í stofu sinni með við arineld og hann með flensu og hita og líður ekkert ofsalega vel þegar ungur maður kemur hlaupandi og segir þeir eru alveg að koma og hann vissulega hverjir það voru. Þannig að hann leggur á flótta því að púritanarnir voru komnir til þess að senda hann aftur til Bretlands í fangilsi. Og í 14 vikur hann á rölti skóglendi og þegar hann var spurður að því á hverju lifðurðu maður? Hrafnarnir þeir sáu að koma með matstundum handa mér. Og að hann skyldi lifa af þessar 14 vikur náttúrulega kraftaverk út af fyrir sig. En vinirnir hans við Narragatta-flóann, þeir tóku á móti honum og hlúðu að honum og sáu það að hann næði aftur heilsu. En þetta þurftu þessir sem boðuðu samviskufrelsi á þessum tíma að þola. En 1663 þá þarf Roger Williams enn einu sinni að fara til Bretlands til þess að fá yfirráð rétt yfir nýlendunni Rhode Island sem hann stofnaði. En taktu eftir því sem að Karl Annar segir, Bretakonungur og kaþólskur. Ég held nefnilega margir kaþólikar að við verið orðnir hundleiðir á þessum bálförum og aftökum og ofsóknum og svo framvegis. Og hann segir þetta við Roger Williams: haltu á lofti þinni lifandi tilraundi könnunar svo að borgaralegt ríki megi blómstra og stöðugt standa og varðveita sem best með óskertu frelsi varðandi trúarleg málefni. Já, jafnvel kaþólikinn var orðinn leiður á bálförum og ofsóknum og fangelsumnum og svo framvegis. Og með þetta kemur Roger tilbaka og hann segir eftirfarandi í bók sinni að hver maður skuli hafa frelsi til að tilbiðja Guð eins og samviska hans býður honum. Rhode Island fyrsta nútímaríkið sem viðurkenndi fullkomið samviskufrelsi. Þar voru gyðingar, þar voru guðleysingjar, þar voru indjánar, þar voru kvekarar, þar voru baptistar og þar voru lúterstrúarmenn. Allir sömu réttindi og allir verndaðir að lögum fylkisins. Hér sjáum við fyrsta samkunduhús gyðinga sem byggt var í Bandaríkjunum og fyrstu baptistakirkjuna, og Roger Williams hann vildi algjöran aðskilnað ríkis og kirkju. Og það ennþá hefðin í Bandaríkjunum. Að lokum þessi orð Roger Williams: þessi indjánahöfðingi, hann sagði: þegar ég dey, á það að vera Roger Williams sem að lokar augum mín. Svo mikil var mínátt á þessara tveggja manna að kristinn maður átti að loka augum indjánahöfðingjans þegar hann var allur.
Vinir, ef það nokkuð sem Guð þráir, þá það einmitt eitthvað svona. Og það sem svo merkilegt hérna það að þegar árið 1652, löngu áður en svona lög voru samþykkt í Bandaríkjunum, þá var bannað þrælahald í nýlendu Roger Williams. En fóru menn eftir því, láttu þið dreyma. Og á undan sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna þá lýsti Rhode Island yfir sínu sjálfstæði. Og þá fer nú að nálgast leiðarendin hjá okkur. En hér fræg mynd af George Washington þar sem hann að fara í þrígang yfir Delaware fljótið til þess að lumbra á Bretunum og taka á til fanga og hirða að þeim skotfærin í baráttu þeirra fyrir sjálfstæði. Þetta svona undir lok 1776 og þegar hann verður síðar kosinn forseti þá það með öllum greiddum atkvæðum. Og hér svona önnur mynd af þessu. Þetta náttúrulega listamenn sem eru bara að romantísera svolítið þennan merka atburð. En takt eftir þessari mynd hérna. Þetta í fyrsta sinn sem að Bandaríkjamenn koma saman til þess að móta með sér sjálfstæðisyfirlýsingu. Og það höfð bænastund. Bænastund. Já, ég skildi óska þess að það væri stundum farið með bænir á okkar eigin ágæta alþingi hjálp Guðs til að gera það sem réttara reynist. Og hér 5-mannanefndin sem átti að koma með tillögur hérna sjálfstæðisyfirlýsinguna. Hæstur á myndinni þarna Thomas Jefferson og við hliðina á honum Benjamin Franklin. Svo kemur lögfræðingurinn frábæri John Adams, Roger Sherman og Robert Livingston. Og þeir eru þarna að kynna sjálfstæðisyfirlýsinguna sem svo lýst yfir í hérna 4. júlí 1776. Hérna sérðu aftur Thomas og Benjamin og Adams og flotti kallar. En hér maður sem líka kunna hugsa og áður en að sjálfstæðisyfirlýsingin var til, þá var til svokölluð Virginíu mannréttindayfirlýsing og hér segir þessi George Mason að allir menn í eðli sínu jafnfrjálsir og sjálfstæðir og hljóta erðum ákveðin réttindi sem þeir mega ekki þegar þeir komast í valdastöðu í þjóðfélaginu á nokkurn hátt með nokkrum samningum svipta afkomendur sína, nánar tiltekið að njóta lífs og frelsis með því að öðlast eignir, halda þeim og leita eftir og finna hamingju og öryggi. Og við sjáum að yfirlýsingarnar sem koma seinna frá Benjamin Franklin og Thomas Jefferson að þær nokkurs konar endurtekning á þessu. En hér kemur þessi fræga yfirlýsing, aðfara orð sjálfstæðisyfirlýsingarinnar. Þetta ódauðleg orð, vinir, algjörlega ódauðleg orð. Við teljum þessi sannindi sjálfgefin að allir menn séu skapaðir jafnir, að skapari þeirra hafi veitt þeim ákveðin óafturkræf, óafsalanleg réttindi og meðal þeirra sé líf, frelsi og leit að lífshamingju. Þetta verða einkunnarorð Bandaríkjanna
allavega fram á okkar tíma. Og hér verið að undirrita stjórnarskrána, en það eru nokkur ríki sem að vilja ekki skrifa undir stjórnarskrána. Og meðal annars Rhode Island, vitið það hverju? Það glemdist að hafa með klausu samviskufrelsið. Og það var bæði fulltrúi Virginíu og Rhode Islands og fleiri sem neituðu að skrifa undir stjórnarskrána af því að það vantaði í hana samviskufrelsið. En þetta stóð engu að síður. Stjórnarskráin tryggir mönnum með skýlausum og skýrum orðum ókrengjanleik samviskunnar. Engrar trúar skal nokkur tíman vera krafi sem skilyrðist til nokkurs opinbers embættis heyrandi undir Bandaríkin. Og mér finnst fyrirsögnin þarna að vera alveg stórkostleg. We the people. Fólkið vill eftirfarandi. Og hérna sjáum við aðal hvatamannin James Madison að réttindaskránni sem á ensku heitir The Bill of Rights og svo Patrick Henry sem að mótmælti og vildi ekki skrifa undir stjórnarskrána af því að það vantaði í hana samviskufrelsið. Og hér sjáum við þennan ofurhuga Patrick Henry. Hann segir, ég veit ekki hvert aðrir kunna að stefna en hvað mig varðað þá færi með frelsi eða dauðan. Sem sagt, annarkvort samviskufrelsi eða þið getið tekið mig á lífi. Ég skrifa ekki undir fyrir þetta í lagi. Og hér kemur þá réttindaskráin og fyrsta yfirlýsingin í henni. Þjóðþingi skal engin lög setja upptöku trúarbragða eða til að banna frjálsa iðkun þeirra eða skerðingu á tjáningafrelsi eða ritfrelsi eða rétt fólksins til að koma saman á friðsaman hátt. Og af því að þessi síðasta setning var ekki til á tíma Hans Nielsen Hauge þurfti hann að dúsa hér 10 ár í fangilsi. Vinir, þetta baráttan að baki þessara fáu orða, hún alveg ótrúleg. Og hér kemur flottur sagnfræðingur, William Carlos Martin. Hinir almennu mótmælendur Ameríku plöntuðu og vökvuðu tré frelsisins með tárum sínum og í svita síns andlits, þangað til það festi djúpar rætur í landinu. Ég tók með mig bók, mjög nýleg. Þetta doktorsritgerð sem var varin við Kaþólska háskólann í South Bend í Bandaríkjunum. Og sá sem að skrifaði þessa ritgerð lögfræðingur, prófessor, adventisti og hann að rekja orðin sem við lásum áðan frá mannréttinda yfirlýsingunni. Og hann segir í þessari bók og fær mikið hrós fyrir að þessar hugmyndir samviskufrelsi og tjáningafrelsi og prentfrelsi og frelsi til að koma saman, það kom ekki frá Thomas Jefferson. Það kom ekki frá Benjamin Franklin eða John Adams og enn síður frá frönsku upplýsingastefnunni. Hún kom frá hinum almenna mótmælenda í Ameríku. Hvort sem hann var kalvinisti eða lúterstrúarmaður eða baptisti. Það var hinn almenni kristni mótmælandi sem plantaði og vökvaði tré frelsisins með tárum sínum og í svita síns andlits þangað til það festi djúpar rætur í
hérna mannréttinda yfirlýsingu Bandaríkjanna, the Bill of Rights and the Constitution, stjórnarskráni. Já, þessar 2 bækur höfðu mikil áhrif á mótmælendur. Fyrri bókin þarna eftir Fox fjallar alla þá sem voru teknir af lífi af hinu heilaga rómverska keisaradæmi og kaþólsku kirkjunni. Og þessu ætluðu mótmælendur ekki að gleyma. Og hitt Genfarbiblían sem að kallaði hina vondu konunga Ísraels fyrir harðstjóra. Og þetta myndi aldrei verða leyft í Bandaríkjunum. Þessar ofsóknir né að harðstjórinn fengi að ráða. Hér Washington svarinn inn sem fyrsti forseti Bandaríkjanna og hér stendur í þessari mannkynssögubók að stjórnarskrá Bandaríkjanna var fyrirmynd af stjórnarskrá í öðrum löndum og þar Frakkland helsta dæmið. Ég búin að eyða dálítið miklum tíma. En hér höfum við Eleanor Roosevelt sem kemur því til leiðar að þessi mannréttindi verða samþykkt hjá Sameinuðu þjóðunum 1948 fyrir allan heiminn. Og ég get lofaði því að það er einhvern tíðan eftir að lesa ævisögu hennar að það var ekki neins smá barátta sem að hún stóð í til þess að þetta yrði að veruleika. Við lítum á þetta sem sjálfsagðan hlut, en ef við les söguna þá það ekki tilfellið. Þrískipt vald. Hér höfum við löggjafavaldið í Bandaríkjunum, framkvæmdavaldið, Hvíta húsið og dómsvaldið. Þessi þrískipting valds fyrir utan stjórnarskrána og mannréttindin gerðu Bandaríkin að stórkostlegri þjóð. Fyrirmynd allra annarra þjóða. Ég vildi að væri hægt að segja það enn þann dag í dag. Mér langaði til þess að enda hérna á texta úr Óperan-bókinni. Ég sá annað dýr stíga upp að jörðinni og það hafði 2 horn líkt lambshornum. Þessi spádómur hefur verið túlkaður þannig að hann eigi við Bandaríkin. Og þess vegna hefur vísindurinn oft verið notaður sem dæmi þetta dýr með lambshornin 2. Kirkjuna annars vegar og ríkisvaldi hins vegar en algjöran aðskilnað á þessu tvennu. En það sem segir í spádómnum að þetta saklausa lamb þegar að framlíða stundir mun tala eins og dreki. Ég ætla ekkert að fjölyrða neitt það, en þeir sem þekkja bandaríska mannkynssögu vel, þeir vilja meina það að breytingar hafi átt sér stað bæði innanlands og í utanríkisstefnu þeirra frá því 1900. En þeir hafa gert engu að síður mjög margt gott og bjargað Evrópu frá 2 heimsstyrjöldum. En manni finnst stundum að fréttirnar sem komu frá Bandaríkjunum í dag minna á lambið en meira á eitthvað annað. Já, Guð gaf okkur valfrelsið, en við endum á því að þakka Lúther fyrir að færa okkur fagnaðarerindið fyrirgefningu Jesú Krists sem öllum ókeypis og sem eini öryggi farmiðindi himins. Við þökkum honum líka fyrir samviskufrelsið sem að hann krafðist á ríkisþinginu í Worms, og við þökkum kalvinistum og separatistum
og Roger Williams fyrir að hafa haldið á lofti þessu samviskufrelsi og fyrir hetjónum sem að lögfestu þetta og gerðu Bandaríkin að yndislegu stórveldi. Þakka ykkur fyrir komuna og velkomin á frábæra kvikmynd ef þú máttir að því næsta þriðjudag. Því miður eru myndirnar ekki textaðar en þið fáið heyrnartól sem þurfið og getið fengið að fylgjast með framvindu myndana í gegnum talaða orð. En ég veit að ég er búinn að tala lengi. Þetta er löng saga en þetta er góð saga. Njóttu samviskufrelsisins og megi fyrirgefning Jesú vera þín stærsta gjöf. Þakka ykkur fyrir.